Undirbúningur fyrir enn eitt stórmót hafið, hvernig leggst þetta allt í? Bara leggst vel í mig, bara eins og þetta alltaf. Maður er sjálfur persónulega í fínu formi og vona að allir strákarnir séu í góðu formi, þannig að það er bara tilhlökkun fyrir þetta mót. Og kannski landsliðið á betra stað núna heldur en á sama tíma í fyrra? Já, örugglega bara. Ég held það sko. Ég held að við séum bara mjög þéttir og allir eru með og allir eru heilir og við vitum nákvæmlega hvað er undir og hvað við ætlum okkur og þetta lítur bara vel út. Og þetta æfingamót í Noregi í seinustu mánuði gefur kannski ágætis fyrirheit fyrir framhaldið? Já, þetta var fínt mót að mörgu leyti og örugglega mjög gott fyrir þjálfarana að fá svona einhver svör sem þeir fengu og já, bara mjög gott. Talað að markmiðið sé að komast í Ólympíukvalið, er þetta ekki bara svona klassískt markmið svona á seinasta EM fyrir Ólympíuleika? Ég held það. Þetta er bara það sem bara öll liðin sem eru ekki þegar komin í þessu kval eru að hugsa og það er bara mjög eðlilegt að við stefnum á það. Þið talaðu að þið viljið fara á Ólympíuleikana, það er búið að tala svolítið svona undanfarið að það sé ómikið álag á handboltamönnum og ómikið stórmótum en samt viljið alltaf vera þarna og berjast þetta er svona... Já, ég meina, þó það sé mikið þá viltu samt ekkert bara beila á okkur stórmóti en það er samt engin blöð það að frétta, það er alltaf mikið af þessum mótum þannig að þess vegna er þetta með Ólympíuleikana alltaf sérstætt og það er það sem við erum að stefna á og þess vegna er alvöru gulrót fyrir alla. Þannig að það er ekkert, menn er ekkert að slaka á svona og sætta sig við að missa kannski einu stórmóti, menn vilja alltaf fara að þeim? Já, ég held að menn leika sig ekkert að eitthvað tapa einhverju leikinn til þess að hvíla sig. Ég hef ekki upplifað það og hef ekki heyrt það áður. Rétt í lokin, þið náttúrulega að byrja að æfa skömmu eftir jól. Þurfa að menna að fara varlega í konfekt og kjöt svona yfir hátíðarnar? Já, alltaf ekki. Það er tvennt að ræða. Það er annarkvort að passa sig í sósunum og æfa ekki neitt eða æfa mikið og fara í sósurnar. Maður ræði hvaða leið maður fer. Hvora leiðin ætlar þú að fara? Ég ætla að passa mig á sósunum og æfa vel. Glæsilegt, takk fyrir.